Hæ, Kristinn heiti ég. Núna erum við að fjalla 12. kafla inngangs að félagsvísindum, lagskipting og ójöfnuður. Þið munum bara stoppa eða þið eru að stoppa við eitthvað texta í glærunum og svo framvegis. Núna munum við fjalla þá lagskiptingu, fátækt og þrælald sem eru svona öfgafullar gerðir lagskiptingar og svo félagslega hreyfanleika og hæfisma eða ableism. Allana, lagskipting þýðir bara lög, það er lagkaka, þetta er til jarðlög, og félagslega lagskipting að bara samfélagi skipulegt til þess að raða fólki í mismunandi stöður eftir einhverjum mæligurum, hversu mikilvægir eða gagnleg eða eitthvað og þá er alltaf einhverjir sem að hafa betri en aðrir eða eitthvað svoleiðis og félagsleg lagskipting hefur verið til í minnstakosti 8.000 ár, síðan landbúnaðarbyltingin hófst, leið og það var til land sem að ágast verið varalega í var að rækta, þá allt í einu var landi verðmætt og ef þú stjórnaðir landinu þá stjórnaðir meira og þess vegna voru til kóngar þar sem að kóngurinn átti landið og þá var strax komin einhver svona lagskipting, Þessi lagskipting er mjög misskáleg, kóngurinn var kóngur út í að guðgerðina kóngi og svo það voru aðrar skýringar á að karlar fengu meira heldur en konur út í að konur áttu bara að vera búið til börn og þær áttu ekki að vera að hugsa og stjórna hlutum og svona, og í dag er svona mest prevalent, lagskiptingin er þá að peningur, að fólk sem á mikið pening, það hlýtur að vera bara svo gott að búa til pening og þess vegna eiga þau að eiga pening og við fáum öll að njóta þess að þau eiga svo mikið pening og það kallast trickle down economics og svo kemur í ljós að margt af ríkasta fólkinu gerði frekar takmarka til þess að eignast allan annan pening, og Elon Musk fann ekki upp nokkuð skapaðan hlut og hann er ekkert voðalega gáfaður, hann er eiginlega bestu bara í að selja sjálfa sig og sannfæra alltaf að hann hafi fundið upp hlutinu sem hann fann ekkert upp, allana það er alveg ástæða fyrir lagskiptingu, ég svolítið súr ef einhver myndi bara labba inn í skólan á morgun, ekki búið með framhaldsskólan og fengi að kenna félagsfræði og fengi sömu laun og ég, ég náttúrulega ég kláraði framhaldsskólan og svo tók ég 6 ár í háskóla og svo ég búin að kenna í 9 ár og ég svolítið súr ef einhver myndi bara labba inn og fá það nákvæmlega sama, ég vil meina að ég sé aðeins betri en einhvern sem að þekkir ekki til, Að því sögðum, þá er sem sagt lagskiptingin þarf ekkert að vera eins og hún er og þetta er mannanna verk og það eru slæmu hlutirnir þurfa ekkert endilega að vera til staðar og fátækt er eitt af þessum slæmu hlutum og sem sagt til þess að skilja fátækt það þurfa aðgreina hvað er algild fátækt og hvað er afstæð fátækt. Algild fátækt þá er fátækur hvar sem er, þá átt ekki reitt, eða út með undir $1,9, það er breytilegt eftir tímum, það fara að sækja, það var dollari fyrir 10 árum síðan, þá ertu fátækur sama hvar þú ert, Suður Súdan eða eitthvað, þá bara sökar að vera til, sökar að vera hérna, sökar að vera annars þar. Afstæð fátækt er þá sökar að vera það sem þú ert með peningin sem þú hefur, en þú gæti kannski verið ríkur annars staðar, það hjálpar ekki akkurat núna að vera þó að þú getur hugsað, ég þó allavega ekki í Suður Súdan, samt fátækur hérna, til þess að mæla afstæða fátækt, og við þurfum að fá eitthvað mælikvarði sem dugir alls staðar, þá notum við þess að ef með undir helmingi miðgildis tekna, þá ertu fátækur með afstæða fátækt. Og við þurfum miðgildi en ekki meðaltal. Meðaltal er bara heildartekjur allra deilt með fjölda allra. En ef meðaltekjur á Íslandi er einhver, ég man ekki, 700-800 skall eða eitthvað, man ekki nákvæmlega, og
ok, þá ertu með meðaltal, en síðan ef að Elon Musk flyttir til Íslands, þá allt í einu rjúka upp meðaltekjur allra, þá var meðaltekjurnar einhverja 10 milljónir á mann, skilur það er ekkert rosalega hentuð mælieining, þannig að við þurfum að fá eitthvað betri mælingu og þá er miðgildi, þá tekurðu lægstu tekjur upp eða hæstu tekjur í svona röð og ferði ykkur þar í miðjuna og segir bara þetta er miðgildið og það er ekki nótið sem vera fátækur og því að helmingurinn er þá fátækur og helmingur ríkur, það passa ekki, þannig að ef þú ert með undir helming að miðgildi þá ertu fátækur og það þarf enginn að vera undir helming að miðgildi ef að miðgildi er 600 skall á mánuði þá er fátæktin að vera undir 300 skalli en það er ekkert sem segir að nokkur þurfa að vera undir 300 skalli skilur og við gætum alveg búið til aðstæður þar sem að skipulagt samfélagi þannig að enginn væri fátækur enginn væri undir helming miðgildi tekna sko. En það er ekki og það er örugglega hentar sumum að vera ríkari en aðrir allana þrælahald er annað dæmi neikvæðar afleiðingar lagskiptingar og svona gamla þrælahaldið þá var eignaréttur að eiga manneskju þá áttur manneskjuna og þú stjórnar henni algjörlega og þurftir að halda henni uppi og halda henni á lífi en þú þurfti daglega sér ekki að gera mikið meira en það sko. Íslendingar, þeir sem fluttu til Íslands fluttu með sér þrælar sem hefðu bara stólið ykkur frá Írlandi eða eitthvað og svo bara já, nei, ég á þig núna þú þurfti ekki eins og að kaupa en svo er önnur forma af þrælandi, það er ekki einu svona endilega eiga því, þú þarft bara að tryggja að manneskjan hafi ekki tækifæri á að vera annars staðar eða að losna undan þessu. Á Íslandi var vistarbandi, það var frá 1490, þá var ef þú áttir ekki pening, þá þurfturu að vinna ykkur staðar og þá varstu bara settur á okkur bóndabæ og bóndinn bara stjórnaði hvað þú gerðir og fekk allt sem að þú bjóst til, þannig að þú varst að veiða, þá fekk bóndinn réð hvort að hann borgaði þér eða ekki og ef þú varst hraustur karl og kannski sagt, hei, ef þú leitir mig ekki fá eitthvað, þá fer ég bara næsta ári og verður þræll hans nonna á næsta dal og þá var bara, ok, ég skal gefa þér hálft kúgildi á ári, náttúrulega peningar voru ekki til ef þú varst kona þá áttir ekki séns á neinu og bara ömurlegt og fekkst aldrei neitt og aldrei neitt einhvern veginn allana þannig að þá var fólk sem var ekki eigneins en voru í þrælkunar vinnu sem að svo í dag þrælahald skilur það þarf ekki endilega eiga einhvern til að geta þrælkað á honum Noah Chomsky talaði að atvinnan væri þrælahald, it's called having a job sett vídeo á því í lýsingu á vídeónu svo í dag vinnuþrælkun til staðar, það tæknilega eru fleiri þrælar í heiminum heldur en voru þegar þrælahald var leyft sko. Nema þá eru þau fengið til landsins og svo bara plötuð og vegabréfið tekið af þeim og eru svo sett einhver á hólu og þau fá ekki þann pening sem eiga að fá og eru þvinguð til að vinna fyrir miklu minna en aðrir eru að fá. Þetta vandamál á Íslandi og ekki gert nægilega í og svo annars konar formar kynlífsþrælkun og þá það yfirleitt konur sem að er haldið nauðungarhaldi og fyrir út af kynferðislegum ástæðum það annað vandamál á Íslandi sem ekki verið að díla við sem höfum eitthvað pening og erum ekki útlendingar í einu landi, við erum svolítið svona blind á þessi vandamál allana, félagslegur hreyfanleiki síðan hvaða séns hver á í samfélaginu til að færa sig upp eða niður eða á sama stað. Það láréttur hreyfanleiki ef ég ef ég yrði bókasafnsfræðingur eða smiður pípa eða eitthvað svona, þá þetta ekkert uppgreit á stöðunni, skilur, þetta bara öðruvísi í sömu stöðunni. Ef ég yrði borgarstjóri á morgun, þá var það svolítið svona uppgreit, skilur, eða alþingismaður eða forseti eða whatever, skilur, þá var það lóðréttur hreyfanleiki, sko.
og þú veist, því meiri sem félagslegur hreyfanleika því svona farsælla það yfirleitt fyrir samfélög, sko. Ísland með tiltölulega góðan félagslegan hreyfanleika. Hann ekki nógu góður, hann mætti vera betri, skilurðu. Innflytjendur eiga minni séns heldur en þú veist, þeir sem eru fæddir og svo framvegis. En það gæti verið verra, sko, og það til dæmis mikið verra í Bandaríkjunum. Þar svo mikil misskipting auðs sem á að vera landinu frjálsu, landtækifærina, skilur. En ef þar samt sem að svo mikil misskipting auðs, þannig að ríkasta fólki svo svakalega ríkt og það alltaf að vera fleiri og fleiri fátækir. Þannig að þú veist, ríkir eiga auðveldara með að vera ríkari, peningur einhvern veginn býr til meiri pening og þú veist, börn ríkra eiga meiri séns heldur en aðrir og svona, og þú veist, fátækari hafa minni tækifæri, sko. Og það sem sagt þá, það ekki hollt, það ekki gott fyrir samfélagið að fólk fleiri og fleiri fá ekki tækifæri til þess að gera eitthvað gott út af því að þú veist, það eiginlega aðrir sem eiga svona sjálfkrafa betri séns í þetta heldur en það, sko. Það ekki hollt fyrir þjóðfélagið, það ekki gagnlegt, skilur. Ef ég ætti trilljón krónur eða eitthvað, hvað á ég að gera við hennar pening? Hvernig á ég að nýta hann í eitthvað gott? Sko? Ég ætla bara að fljúga út í geiminn. Já, frábært fyrir samfélagið. Þetta var rosalega mikilvægt að þú gast leikið þér í einhverju svona geimflög, skilur. Þannig að ef sem flestir eiga pening og færni til þess að gera hluti, þá eru fleiri að gera fleiri hluti og þá meiri vöxtur í samfélaginu, meira að gera, þannig að það betra, sko. Og það, þú veist, þá málin á, þú veist, hver á að hafa hvaða hreyfanleika og undir hvaða kringumstæðum, hvað þarf að vinna inn til þess að eiga hana hreyfanleika. Og það önnur lagskipting, lokum, og það þessi hæfismi eða ableismi, þannig að sem sagt, þeir sem glíma við einhverja fötlun, sem sagt hvað sem líkamlega eða andlega eða eitthvað svona, þeir hafa fá minni séns í þjóðfélaginu. Þannig að ef ég var til dæmis í hjólastáli eitthvað, þá gæti ég kannski átt minni séns á að fá vinnuna. Þú veist, takkilega segja engin munur, ég get alveg verið í hjólastáli núna að kenna, skilu, það ætti ekki að breyta neinu máli. En það væri allt einhvern veginn erfiðara og það verið alltaf mismunun í samfélagum, vonandi minni á Íslandi en á mörgum öðrum löndum, en það sem að fatlaðir fá minni séns, sko. Og það ekki endilega byggt á því hvað þau geta gert, skilur. Ég meina, það breytir einhver máli hvort ég var í hjólastáli eða ekki, ég geti kennt jafnvel, skilur. Þannig að það þá þessi óréttláta lagskipting sem við þyrftum að laga, sko. En þetta eru ólíka leiðir lagskiptingar og einhvers konar lagskipting eiginlega óumflýjanleg og má vel segja hann sé svona mikilvæg einhver leyti, en við erum bara með allt og mikla lagskipting og hún ekkert rosalega praktísk endilega, hún ekkert rosalega gagnleg þjóðfélaginu, svo við tölum ekki óréttláta og svoleiðis, sko. Allana, segjum þetta gott í bili og sjáum svo í 15. kafla. Tjá.